Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að efna til hóp umræðu fréttir og þjóðmál líðandi stundar eins og við gerum hér að jafnaði miðja viku. Það eru 3 gestir komnir til mín, hoknir af reynslu í þennan þátt sem við köllum reynslubolta. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, vertu velkomin. Takk. Árni Guðmundsson, þú ert félagsuppbeldisfræðingur. Já, í einu orði. Í einu orði, einmitt, vertu velkomin. Og Andri Skúlason, landverndamaður, oddviti Djúpavogshrepps árabil og eflaust ertu eitthvað margt fleira eins og við öll. Við erum náttúrulega með ýmsa hatta, en það ekki? Já. En ég ætla að byrja á því að minna á það að útför Davíðs Oddssonar, hún fer fram frá Hallgrímskirkju á föstudag eftir 2 daga, klukkan 1 á vegum ríkisins og athöfnin er opin almenningi á meðan húsrúm leyfir. Bein sjónvarpsútsending verður líka frá útförinni á RÚV. Ætlar að mæta? Ég er nú bara búin að ákveða að vera á annarri jarðarför sem er á útför sem er á sama tíma, þannig að það verður ekki verið á 2 stöðum þann daginn, en vissulega hefði maður alltaf fylgst með þessu og jafnvel mætt öðrum kosti. Davíð, þetta merkilega maður sem hefur markað djúp spor í sögu okkar þjóðar og þó hann var umdeildur, þá held ég sé ekki það deilt að hann hafi leitt líka mikla framfarir. Já, ekki síst af því hann er umdeildur, þá hefur hann markað öll þessi spor. Það er nákvæmlega svoleiðis fólk sem að ryður brautir. Já, það er alveg rétt. Hver væru þín eftirmæli átnum, Davíð? Hann réð mig til starfa hérna í eldgamla daga. Þegar ég kom heim frá námi, þá gerist ég forstöðumaður ársels og þá fekk ég virðulegt bréf sem var föstudaginn 13. var dagsetningin. Og það var þar var ég settur inn í starf forstöðumanns félagsbyrstjórn ársels og það var undirritað af Jótsinni. Og hann var á þessum árum náttúrulega kraftmikill borgarstjóri slíkur, en ég þekki hann ekki neitt þannig. Þannig ég fer ekki í jarðarförina, ég er hins vegar að fara í mjög skemmtilega athöfn klukkan 2 á föstudaginn. Nú þannig ég starfa við tónst- og félagsmálafræðibrautinni í Háskóla Íslands. Og í háskólanum er svona diplómadeild fyrir krakka sem eru að glíma við alls konar áskoranir. Og Hekla vinkona mín sem er yndisleg ung stúlka sem hefur verið í námi okkur, hún er að útskrifast með útskriftarfyrirlestur á föstudaginn klukkan 2. Og það held ég að sé opið almenningu, það er yndisleg stund sem er þar í vændum og stundin á stóru sigra. Fortíðin og framtíðin mætast þarna þennan dag. Hvað með því, Andrés? Hvað eftirmæli, hvers konar eftirmæli myndið þú gefa Davíð Oddssyni? Sko, í fyrsta lagi þá sæki ég ekki jarðarfarir nema ég þekki persónulega viðkomandi mjög vel. Það er regla númer 1. Í öðru lagi þekkti ég ekki Davíð persónulega, ég þekkti hann ekki persónulega, en það velkist enginn vafa það að þetta er maður sem hann var litríkur og setti náttúrulega mjög stórt mark á þjóðfélagi langtímur saman. Þannig að það er ekkert hjá því komist að hann hafði mikla hafði mikil völd og lengi og markaði djúpt spor í samfélagið þó umdeild væru mörg. Já, mér langar að rifja að segja hérna sögu sem Brynjar Níelsson sagði hér í þætti bara daginn eftir að Davíð dó til marks áhrifamátt Davíðs allt fram í andlátið. Að sko fyrir þingkosningarnar 24 þá hugðist Brynjar draga sig í hlé frá pólitík og þá hringi síminn og Davíð er í símanum og símtalið er svona: þú hættir ekki neitt. Og svo bara laði hann á. Ritstjóri Mogans, löngu hættur opinberum afskiptum af pólitík og Brynjar bara hlýddi. Já, hann hefur haft mikil áhrif bara til hins síðast og ég kannski bara leið mér að nota tækifærið og votta öllum aðstandendum og vinnum og samstarfsfélögum samúð. Þetta hefur verið bara allavega komið allir feldi allum óvart og þetta sem við hæfið að gera það líka. Ég hitt hann fyrst sko í Gautaborg á námsárum. Þá var hann formaður Æskulýðs á Reykjavíkur og það var náttúrulega, þetta ár það sem maður gæti allar hringt heim til sín nema það kosti hálfan handleikinn sko. En hann var á vísitasi út í Skandinavíu fyrir borgarstjórnarkosningar, minni mig.
og hitti námsmenn út alla trissur og hann held þarna mikið glæsilega fyrirlestur gildi sjálfstæðistefnun og allt þetta sem voru nú mörg þarna sem vorum sko mjög fjarrir þeim hugmyndaheimi. En hann vissi að ég var eitthvað tengdur æskulsmálum þannig að við fyrir með eitthvað að spjallum þetta og ég baði hann fyrir því hvort hann geti haft samband við Hinrik minn Bjarnason og bjargað mér gögn. Og þá tók hann upp svona blað og skrifaði nafnið mitt með rauðum penna. Svo sagði ég var fullt af nafnum hann líka sem einhver voru með bláum pennu og einhver rauðum pennu þannig að hann var í svona pólitísk flokkunarleðungri líka en skjölin komu öll sem alveg, það stóð allt eins og steinur eins og stafur á bók. En ég myndi segja sko að stjarna hans svona fyrir mér það myndi stjarna hans hafa risið hæst þegar hann var hérna með útvarp Matthildi og þið munu eftir því. Það var stórkoslegið þetta sko. Ég man og ég var krakki vestur á Stakkamri og maður hlustaði þetta í fjósin ofta á kvöldi útvarp Matthildur þetta var, þetta voru ég ætla ekki sendur að segja að stjarnan þess að reysa hæst þá en það margir sem minnast þess og ekki ástæðulaus við því ég kannski, ef ég má bara sko, mér finnst vanta akkurat svona spéspil í þjóðir samfélagi í dag eins og útvarp Matthildur og Spaugstofan og allt þetta það má alltaf gera grína fórustunum lengur en ég held einmitt að hann hafi farið býsna langt á húmornum sko. Hann var náttúrulega mjög mikil húmorist það er ekki að draga það í og tímastjórnum hjá honum sko var fullkomin þetta tók alltaf svo stuttum tíma þess að komst hann yfir svo margt samanber þetta síntalum og hérna ég spilaði mikið við hann bridge og hérna hann var fljótur að spila úr sko kannski flókið spil en hann valdi frekar að engjast yfir í 15 mínútur og þá bara svona fór hann þá leið sem að honum sýndist vera rögglegust og þetta maður svo gríðarlega margra verka því hér minnst á útvarp Matthildi og bara í rauninni sko það leitun að öðrum eins manni Íslendingi sem að hefur jafn víðtæk áhrif á eins mörgum stöðum auðvitað sumt til íls og það eru hliðarskref og ég geti sagt ykkur sögur núnings og óheilbrigðra samskipta við fjölmiðlafólk og allt það sko en allt hefur sinn stað á stund ég hef ekki að lefa hann að njóta sannmælist þennan dag en svo var náttúrulega ef hann hefði lagt fyrir sér listabrautina þá kannski væri við auður sem að gerði nú aðeins í hjá eins og fyrri bókina voru það 3 ár nokkrir góði dagar án Guðni er príðilega skemmtilegt smásagna safn og náttúrulega músík líka fólk hefur þessar mörgu ásjónu sko mitt eftir þetta hug hérna Árni Grétar Finnsson í Hafnarfirði sem var mjög öflugur leiðtogi sjálfstæðismanna þar og harður í hornataka stjórnmálamaður var allt annar maður heldur en ljóðskáldi sem var gerði ótrúlega falleg og flott ljóð þannig að hann var í sama manninum sko einhver sem barðist eins og ljón og svo bara hinn mjúki maður þá erum við búin að hita upp með mýktinni og nú er það bara harkan greiningadeild Íslandsbanka spáir því að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti í næstu viku 0,25% stig og sem sagt þá lítið til þess að vextir myndu fara í 7,5% ef þetta og bankinn lítur til þess að versnandi skammtíma verðbólguhorfur og hækkandi verðbólguvæntingar vegi þyngra en kólandi hagkerfi og vaxandi slaki á vinnu og íbúðamarkaði og eitt dæmi náttúrulega alvarlegt atvinnuleysi og ég veit að það er bara fjöldi Íslendingar sem segir bara nei, hinga og ekki lengra ég þoli ekki vaxtahækkun í næstu viku Erna, byrjum að þér Já, þetta er bara mjög þungbæra fréttir og það er þarna er vitnað, ég er ekki búin að sjá þessa frétt sjálf en vitnað í horfurnar og þetta stríð sem búið að starta þarna suðu við Persaflóa og sem að tefur til dæmis olíuflutninga, það er í öllum erlendum miðlum talað hækkandi framfærslukostnað í löndunum í kringum okkur og sjálfsagt allan heim þannig að, og þetta mun hafa áhrif á bara vöruverð heilt yfir þannig að þetta eru bara erfiði tímar og með það sem við erum fyrir aftan okkur líka allar þessar gjaldskráarhækkanir og sem að hafa dönið á og komið fram í verðbólgumælingum það sem framan fyrir aftan okkur á árinu þannig að þetta er bara vondstaða, það er ekki hægt að segja annað. Við getum alltaf held í útilokað vaxta lækkun úr því sem komið annarkvort munið standi í stað eða hækka. Hvað líst þér á þetta Árni? Ég líst ekki vel á þetta vegna þess að ég nú að vinna mikið með ungu fólki í háskólunum
og ég sé bara ströggli hjá venjulegum krökkum sem eru að koma sér upp hreiðri. Fólk vinnandi alveg rosalega mikið með námi, það allir skítblankir og ég bara skil ekki hvernig við höfum komið okkur í þessa stöðu sem samfélagi. Við erum ekki búin að grípa inn með einhverjum hætti að tryggja til dæmis ungu fólki einhver tækifæri til þess að eignast einhverja fasteign eða koma sér einhverju þaki yfir höfuðið með einhverjum svona sambúðnum hætti. Já, þú minnist á að hluti nema sé í fjárhagslegu ströggli og margir að vinna með námi og svona sem við viljum helst ekki að nemendur þurfa að gera. Það er náttúrulega til virðis auka fyrir samfélag ef nemendur í háskólanámi gætu algjörlega einbeitt sér að náminu. Þeir eru gagnlegri þegna borgarar fyrir samfélagið að þeir getur sett alla sína orku í betri menntun. En mér langar að spyrja þér núna, finnst þér að sé mikill munur á kjörum, efnahagskjörum nemenda vegna þess að í gær var hér Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar að benda á það að þetta tiltölulega nýtt fyrirbrigði að fyrirframgreiddur arfur. Það eru svo margir sem hafa náð að safna auði eiginlega fyrsta skipti í Íslendingasögunni fyrir utan einhverja örfáa ríka og það eru svo margir sem hafa núna náð að safna miklum auði og það er verið að færa arf rosalega mikið á milli þar með verður til tækifæri til íbúðakaupa og svona hjá börnum en aðrir krakkar eiga ekki foreldra sem eiga neitt pening og engin ekki engar erfðir þar á bæ og mér finnst þessi punktur velta upp hugmyndum líkur á aukinni stéttaskiptingu. Finnur þú þetta að hlutskipti nemenda sé mjög ólíkt eftir bakgrunni? Ég sé bara, nú vorum við að tala um háskólinni með alla flóruna en mér finnst bara nánast allt ungt fólk vera í einhvers konar ströggli. Það er eitthvað greiðslumat sem fólk alltaf að reyna að ná. Það er að safna pening og meðan hækka íbúðurnar, svo koma vaxtahækkanir, afborganir aukast og allt þetta. Þannig að ég dálítið upptekinn af því hvernig stendur á því að við sem samfélag okkur eru ekki tekist að búa til eitthvað viðandi system á þessu. Allir skólafélagar mínir út í Svíþjóð gamla daga, þeir voru komni bara svona 3-4 árum og jafnvel með vorum í skóla, það allir öðru taki yfir höfuð. Það voru þessar grunnþarfir, fólk stóðst þær og það var, ég man ekki eftir að það var 1 eða 2 í mínum, ég var í 30 manna hópi í námi, mest mjög síðan, það var 1 eða 2 sem unnu með námi. Nú er það nánast reglan held ég bara, allavega í mínu umhverfi, það var mjög algengt í og sé 90% af krökkunum er að vinna og þetta er bara til þess að hafa ísjó á, skilur. Andrés, annars vegar vextirnir og hins vegar aukin hætta á stéttaskiptingu. Já, ég förði mig á því að menn skuli vera með vísitölu húsnæðisverðs inn í þessu sem er mikið talað með þurfa að taka út en menn verðist ekki geta tekið á því. Annað er það að ríkisvaldið er með annarri hendinni að kynda sjálf undir verðhækkanir sem birtist í ótalmyndum. Þetta er auðvitað þekkt með kílómetragjaldið og annað en það var svo sem búið ákveð að leggja það á en svo þetta með olíuverðið þá áttun olíufélögin alveg borð fyrir báru að þau vilja einhvern tímann sína ábyrgð Endar það ekki með því að við borgum jafn hátt gjald fyrir bensín eða dísellítran og við gerðum fyrir þessa breytingu en líka skatt? Jú. Og það eru þetta bara af mörg að taka. Við getum annað sem að stjórnvöld ættu að en hafa þetta bara kalla yfir sig sem á eftir að koma þá kannski hér inn og eftir. Það er raforkuverðið. Nú er það bara orðin farið að spila sem ríkjandi þáttur í verðbólgu og sem að leiðir svo til annara erfiðleika. Það er eitt stólið sem við erum að horfa fram á að eigi eftir að hækka mjög mikið. Það er óumflýjanlegt með við þá kyslu sem að ríkisstjórnin er á að það mun gerast. Og ég veit ekki hvernig þetta vil ekki vera að gera mörgum upp en mér finnst eins og að stjórnvöldum sé þetta ekkit sérstaklega móti skapi þessi stað að koma upp. Þetta gæti orðið þeim auðveldara viðfangs að tala fyrir Evrópusambandinu enn einu sinni. Að mynda krísu til þess að segja við getum ekki lifað sjálfstætt og það er bara gríðarlega vont en við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíma til að sjá að
Sko, þetta ekki fyrsta krísan sem við erum að upplifa. Ég byggi sjálfur á tímum óðaverðbólgu. Hún fór upp í 80%. Kynslóðan undan mér, hún horfði hins vegar upp á lánin sín brenna upp í bönkunum áður en verðtrygging kom á. Og þetta bara svona kringum 84, 5. Og þá voru bara sumir sem fengur lánin. Það var bara sumir sem fengur lánin og þau fengur bara að brenna upp og þeir sem áttu stærstu húsin í bænum voru þetta þeir sem horfðu bara lánin sín brenna og svo tók kynslóðin sem ég var. Þannig að þegar fólk hefur verið að kvarta í seinni tíð undan þessu, þá horfum maður tilbaka að vinna myrkran á milli bara til þess að horfum maður bara á lánin hækka, alveg sko margfalt við hverju útborgun, alveg sama hvað maður hamaðist. En að jafna því, ef maður horfir í tíðanbili, þá eru þessar sveiflur, þá koma þær og þær fara og þegar þær fara þá erum við að jafna að hafa það bara helvíti gott, myndi ég segja. En það þarf að koma þessum málum eins og með húsnæðisliðin algjörlega náttúrulega bara að fyrir horn þannig að við getum gert yngra fólki kleift að komast yfir húsnæði. Það einn allir svo búttir þessu líka ef maður tekur þetta, það sko allar hagstærðir eru meira og minna vísitölubundnar í samfélaginu nema launin. Þannig að öll velt í það að það alltaf launaskerðingur, það einhver smá axlabönd í síðustu kjarasamningum en það alltaf skrítið að hagkerfi sem byggir á því að einhver hluti kerfisins alveg með axlabönd og belti og björgunarring og falli var allt ótari meðan að hinn almenna launþegi, hann tekur alltaf skerðingu. Sko við hefum nú prófað það að vera með vísitölu, ef við myndum fara út í vísitölutengingu launa þá færum við nú endanlega í höfrungarhlaupið. Þannig að það nú er ég bara að tala húsnæðisverði. Það menn búin að vera gamla sko alveg miskunnulaust á markaði og sprengja hann upp. En mér langaði líka til að fylgja eftir sem þú sagðir Andrés með sko lífskjörin Við erum náttúrulega í efsta sæti og lífskjara lista Sameinuðu þjóðanna. Og það þýðir ekki að við getum gert ýmislegt betur en enga síður þetta staðan og eitthvað hefur þá verið gert rétt en margt má gera betur. Við erum náttúrulega rosalega heppin með auðlindir og við erum verið heppin með marga hluti. Sumir segja að það sé ekkert hægt að klúðra þessu. Jú, það er alveg vel hægt að klúðra þessu og við erum náttúrulega til dæmis í hruninu þá vorum við í þeirri stöðu að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil sem að veiktist þannig að samkeppnis okkar stað okkar gagnvart útflutningi batnaði og þannig gátum við spynnt okkur upp aftur. Svo maður haldi áfram að tala í kaltæðnum frösum hafa líka einn vinur minn sem sagði tilraunin Ísland gekk ekki upp eftir bankahrunið. Hún hefur gengið nefnilega ljómandi vel því að við erum í efsta sæti og lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna. Hvað vil fólk meira? Já. En Eyja Síður, þú náttúrulega hlýtur að deila með okkur þessum áhyggjum af gjánni sem ég var að í áðan sko og náttúrulega hlutskipti ungs fólks að það er svolítið ekkert grín að komin inn á leigumarkað, þú ert að flytja einhvers staðar utan á landið, elst þar, þú ferð til Reykjavíkur í HÍ og þú leigir einhvers staðar og það kostar augun úr og hvernig ætlar að mynda höfustól fyrir því? Ég sagði nú akkurat að ég tæki undir þetta sem Andrés var að segja að við má alltaf gera ýmislegt betur en ef við lítum líka á mælikvarða á misskiptingu í þjóðfélagi eins og Gini-stuðlinn þá erum við alls ekki komið illa út þar heldur í heildina en áfram auðvitað má gera margt betur. Það er líka við erum með lægsta vöruverð í Evrópu sagði mér einhver. Sem slávoruvörslanir í Íslandi eru langhæstar með annað. Já, en við erum með miklu meiri kaupmátt launa. Já. Það minnir mig á það, ég skrappustur í Mývatnssveitum síðustu helgi og ég postaði færslu á Facebook með Ritz-keksi sem kostaði 800 kall í krambúðina eða hvað hann heitir að það búðsamkaupa í Mývatnssveit. Kostar 270 held ég hér. Ég sjáu líka annað dæmi, hvernig íbúðaverð haldið uppi, bara það verið að byggja ykkur íbúð sem engi vill helst lítið í og svo haldið einhver rosalega verðum líka og það er svo sérkennt að skuli ekki vera þetta búið líka á fyrirkomulega því að við erum auðug þjóð og þá er þetta mínum að þetta bara spurningu hvernig við skiptum þessum verðmætum. Meðan við erum með fasteignabraskið, fasteignafélögin að kaupa upp heilu lóðurnar og á uppsprengdu verði, þá getur það ekkert annað en endað út í. Þessu verður að linna, sömuleiðis ég meina að því ég fekk tölur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnuninni bara líklega í fyrra. Ég meina það eru 6.000 íbúðir á Airbnb bara hér á höfuðborgarsvæðinu og það er allur gangur á því þegar ég fór að leita eftir hvernig eftirliti væri með Airbnb að því að það má bara leigja 90 daga.
Einn í þessu eftirliti, getið ímyndað ykkur hvernig eftirfylgdin menn fara langt út fyrir ramman og það ekkert spurt að þessu. Svo nú bara ég meina gamla góða reglan að þú framkvæmir fyrst og opinbera stofnunin nennir ekki aðhafast, það hefur ekki rísósa í aðhafast. Hefur ekki rísósa eins og Andrés bent á með eitt starfsmann sko. Þetta rosalegt sko. Ég svo líka bara hvort að byggða skipulega eða borgarskipulega fyrst að taka mið af einhverju fyrirtækjum sem eru í business og ætla að taka eins mikinn arð út úr eins og hægt eða bara hver eru svona grunnþarfir fólksins til íbúa. Þessi starfsemi nú held ég ekki einu sinni í samræmi við skipulega oft á tíðum. Nei, sko, ég hef haft mjög sterkar skoðanir og svo hafði strax í upphafi og reist mér þess að hér við fulltrúi í borginni þá á sínu tíma á landsfundi sveitafélagi manni eftir og hann laði nú frá sér ljónamenn á endanum að því hann treysti sér ekki að taka orðaðina lengra sko. En þegar við allt búin að breyta sko íbúð í atvinnuhúsnæði sem að þetta er atvinna. Þetta verður ekkert hægt að skilgreina annað. Skipulagslega þá er raunverulega verið að brjóta á þessum skipulagslögum eða það er ekki verið að fara eftir skipulaginu í íbúðabyggð. Þú getur ekkert farið að reka það bara einhverja svona þjónustu og sjálfur bý ég í blokk þar sem að ég hef alveg veit alveg hvers konar ónæði getur verið af þessu. Svona þeir sem vil ekki partistandi 4 á nóttunni, þetta er svona frekar. Eða ferðartöskur rúlla klukkan 5 á morgnana? Já, reykingar og allir. En svo er líka aðeinsvægt að sjá sko þegar allar þessi frjálshyggjuformúlur virki ekki sko. Það var núna viðtal daginn þar sem eitthvað fyrirtæki, byggingafyrirtæki sem getur ekki selt almennilega íbúðnar. Það fer að búa til hlutdeildar lánar fyrirkomulag inn í sitt kerfi til að halda þá verðinu. Þannig að fólk eignast ekki að hluta, fyrirtæki að hluta og þá er verið að sko sýta fólk á algjörna skuldaklafa og fyrir utan að það eignast ekki að hluta á húsnæðinu og öðru slíku. Þannig að ég skil bara ekki að hverju til með gamla verkamannabústaðakerfi var lagt niður eða eitthvað samband kerfi þá ekki tekið upp. Það voru nú reyndar, var það ekki vinstraði sinni stjórn Jú. sem að gerðu það sín tíma, það var svo merkilegt. Sko það var alltaf Reykjavíkurborg var bara... Það er ekkert merkilegt að vinstri stjórn hafi komið á verkamannabústaðan, það er bara ekkert merkilegt. Nei, þegar kerfið var afnumið. Já, það var afnumið. Það var borgin byrjaði sko. Já. En þetta var verkefnisveikið samtöð, þetta kom í samningum held í 63 kjarasamningum að það væri átaki í byggingu á ódýru húsnæði. Já. Þetta voru bara fínustu hús sem voru bara samsömmuðu sig við önnur hús þannig að það var ekki verið að búa til. Út á landi var fólk að byggja einbýlishús í gegnum þetta kerfi. Algjörlega og ég þekki mjög vel marga. En ég held að það sé komin upp taktur að heitu kartöflunni hérna við borðið. Það er búið að minnast á ofurvextina hér og þú sagðir Andrés að þér dytti í hug að ríkisstjórnin væri svona að láta reka á reiðanum núna til þess að afla fylgis við breytingar sem myndu fylgja aðild að ESB að stjórnin henni væri sama þótt sýnt væri fram á ég vil hvatið að því að hlutir gengju ekkert mjög vel núna á þeim tíma sem að til stefnu er að Íslendingar gangi að kjörborði í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðrana eða endurupptöku eftir hvernig við lítum á það í ágúst og sko Erna, ég hef aðeins verið að fylgjast með þér við náttúrulega veitum að þú vilt ekki að Íslendingar gangi í Evrópusambandið en ertu líka mótfallið í að við segjum hug okkar í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst? Nei, ég var hvergi lýst yfir að ég sé á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og bara sjálfsagt að fari fram umræðum það og nú kom fram þingsáðum til og samahátt þá held ég að sé ekkert annað en eðlilegt að sé rætt það hvernig hún er borin fram bæði hver spurningin er og greinagerðin með henni en það er ekki það sama að vera á móti því að slíka atkvæðagreiðsla verið haldin. Nei, ég var bara að spyrja sko, ég vissi það ekki. Nei, ég hef hvergi sagt það og kem ekki til með að gera það. Nei. En við getum haft svo ýmsa skoðanir á því hvað er verið að greiða atkvæðum og hvernig þetta verður rætt fram á þeim tíma. En mér finnst nefnilega að vera svo margir sko sem eru krítískir á aðildarskref sem að sko eru líka gegn þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og við náttúrulega sjáum það inn á Alþingi núna hávaði að hlén núna í umræðinu fram á mánudag en í huga það eru mjög margir sem tala svona bara, þeir eru bara á mótið þessu tvennu en það er ágætt að heyra að þú ert ekki þýliði vegna þess að mér finnst þetta tveir gjörólíkir hlutir. Sko mér finnst bara þetta þá er að tækifæri til þess að ræðum það hvað Evrópusambandið er og ég held að það sé óeðlilegt annað en að gera það í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Sko, hérna aðeins áður en þið fáið orðið strákar, loksins
segja sumir. Og aðrir segja að þetta hryllileg tímasetning, alveg ömurleg. Hvar ertu þar stöddu? Ég geri engan ágreiningum tímasetningu. 29. ágúst höfudagurinn og það má alveg vera þann dag eins og 29. september fyrir mér. Ég allavega bara ætlaði að taka þátt í þessari umræðu eins og ég hef gert hingað til og bara vona að hún verði málefnalega fyrst og fremst. En pólitískt á greinirðu á mæli bæði Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar að þeim finnst lag núna, það er trúa á sterkari samningsstöðu Íslands vegna ákveðin atriða, sammála því? Ég hef ekki séð nein rök færð fram á þeirra hálfu fyrir því af hverju þessi samningsstaða er sterkari núna, því að ég heyri að þú hefur allavega eitthvað þessum greinu sem ég verið að skrifa og ég vil bara horfa á ferlið, bæði hvaða ferlið, við erum búin að prófa þetta, við kíktum ekki pakkan, við opnuðum hann og eftir 3 ár þá vorum við ekki einu sinni búin að opna alla kafla og við vorum ekki búin að loka einu sinni öllum þeim sem við höfum opnað. Þetta margra ára ferli og ef að það eitthvað nýtt lag núna fyrir samning þá vil ég fá að vita meira það á hverju það byggt. Já, en værirðu ekki alveg til í að komast í stöður að efnahagsumhverfi? Sko, aftur, þetta er ekki það sama í öllum aðildarlöndum ESB. Í Finnlandi til dæmis, þegar eftir hrunið þarna 2008 Nokia féll, það verður hrun í pappísiðina vegna minkandi eftirspurnar eftir pappír. Rússlandsmarkaður nánast lokast 2014 í Krímstríðið og Finnland það er talað Finnland sem það Norðurlandana sem hafi tapað áratug. Svíþjóð með til dæmis sjálfstæðan gjaldmiðil og hagkerfið þar hefur stækkað einhver 30% síðan 2008 meðan finnska hagkerfið hefur stækkað 10-15%. Þeir eru komnir í 90% vergri landframleiðslu í skuldir og eru á leiðinni í eftirlit hjá Evrópusambandinu þess vegna. Hlutfall barna í fátækt hefur hækkað úr 12-15%. Hvernig er hægt að halda því fram að bara það að vera í Evrópusambandinu sé stöðugra efnahagsumhverfi? Það er margt fleira sem skiptir máli. Árni, þín ástæða? Ég er dálítið beggja plans. Ég fagna þetta verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhald og líka þá að verði þjóðaratkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir ef hann næst. En ég verið að velta fyrir mig, það auðvitað, sko, þetta er margslungi og flókjumál. Ég velti fyrir mig að útgerðin í landinu, sem hvað allra mest á móti að fara í Evrópusambandi, hún gerir upp í evrum. Til að öðlast einhver sérstaklega stöðuleika. Síðan ég náttúrulega með, sko, ég get fyrir mér hugsað til alls konar svona velferðarlöggjafar Evrópusambandsins versus íslenska löggjöfin. Sko, Svíjar eru til dæmis með undan þá ákvæði í sínu samningi eða einhvers konar frest eða hvað það er á fyrirkomulagi til dæmis áfengisölu og öðru slíku. Þannig ég myndi vilja kíkja á svoleiðis hluti. En ég myndi segja að ég sé ekki, ég vil auðvitað bara að menn fari inn í þetta eins og hvert annað verkefni í samfélagum og ég nálgast það kannski fremst út af því að við þurfum einhvern veginn að tilheyra einhverjum heildum. Það er kannski út frá því mest en ég hef ekkert rosa sterkar skoðanir á því. Myndi ekki eða tímamunum í þinginu sko dag eftir dag að vera að tefja einhver atkvæðagreiðslu. Ég held að sé bara eitthvað mál sem þarf að fá gang og alvöru þá umræðu, upplýsta umræðu. Ef þú myndir hlera svona 50 kunningja þína, heldur að væri almenn ánægja með það að, eins og ég sagði sumir kalda loksins, að við höldum aftur þar sem frá var horfið, hvað, 2013 fyrirgeðum? Ég held þetta sé alveg svona 50-50 mál og þetta er líka, já, þetta er í mínum umhverju svo er þetta líka ekki heldur, sko, þetta verðist ekki heldur að hægri vinstri mál. Að ég það til dæmis að hægri menn væri alveg heimilivend að búið til stóra markað. Nei, það er ekkert svoleiðis og þá umræða verður dálítið, ég held að verði ekki. En það eru 57% þjóðarinnar, samkvæmt Gallup-könnun sem Ólafur Harðarson fór yfir hérna í gærkvöld með mér, sem eru ánægðir með þetta skref að Íslendingar fái að ganga til þessarar. Sko ég sé ekki tilgangi því að vera einhverju málþói það hvort að gera atkvæði eitthvað. Nákvæmlega. Það er bara sóun á tíma þingsins að vera að ræða það sérstaklega. Og mögulega hefur mér dottið í hug, ef maður svona hugsa upp átt með ykkur, hvort það getur nú farið eins fyrir þeim eins og ég veiðigjaldamálinu. Þau fylgir þá reynur líka bara reyður þingsins og við ringinn og allt þetta. Ég ætlaði einmitt að koma inn á það, sko. Það er önnur taktík sem að geti verið litið á sem einhver fjöður í hattinn eða semst fyrir ríkisstjórnina að þeir beinlinni, sko,
óskið þess að þeir fari málþóf og þá myndist sama óþóli fyrir minnihlutanum og þeir komist áfram á því. En fyrst og síðast þetta galin tímasetning út frá því að við erum að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og þegar að fólk segir bara og blæs á það hafi nú ekki annað en þurfti að hlusta á útvarpið síðustu daga. Þannig verður það áfram meðan að málþófi niðri í þingi. Ég horfði held ég fram undir miðnætti í gær og þeir voru ekki hættir. Ég man ekki alveg og menn alveg komnir þarna á hérna og góðar öður, eða hvað? Nei, það voru ekkert sérstaklega góðar alltaf. Umræðan hefur náttúrulega ekkert verið voðalega góð, sko. Nei, hún verður það sjaldnast þegar að menn að koma upp í andsvör við vinnu sína, sko. Líka utan þingsalan, sko. Þetta rosaleg gífur það gjam háaða umræða, sko. En það breytir ekki þessari staðreind að setja þetta inn í að því að nú skiptir svo miklu máli að sveitarstjórnarkosningarnar takist vel þá bara alveg stór hætta af því þetta valdi alveg gífurlegri truflun á því. Það þess vegna sem ég á móti því. Hins vegar sko líka varðandi mér hefði fundist í lagi að þau byrjaðu að setja þetta inn, þessar tillögur sínar inn á samráðsgátt og leyfa þjóðaratkvæðagreiðsluna. Hver eru samningsmarkmiðin? Það hefði ekki drepið neitt sko að gera það. Og þá hefði líka, menn fengið svona í leiðinni tilfinningu fyrir því þegar við væri búin að skýra það á einum stað hver samningsmarkmiðin væru, að þá væri fólk pínlítið upplýstara hvert þetta framhald. Þetta gerist hratt, sko. Það liggur alveg fyrir að það skammur aðdragandi að þessar ákvörðun. Og þetta með hverju við getum tapað með talandum inngöngu í Evrópusambandið, þá finnst mér að tala alveg rosalega ábyrgðarleysi. Ég meina, bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa sagt við ætlum hér verður ekki neitt afsal á forræði yfir auðlindum okkar. Og ég bara og ekki síst orkuauðlindum okkar. Og maður bara gapir á sjónvarpið og hugsa býtu hvar eru þeir stödd í umræðunni? Orkupakkarnir voru innleiddir hérna, hverjir maður fætur öðrum, hvað var það annað en afsal? Ofan á það nú þegar verið að bæta nýjum frumvörpum sem liggja bara fyrir þinginu. Má ég minna á RED, flýtimeðferðar frumvarpið varðandi orku innleiðinguna á orku tilskipun Evrópuþingsins. Það sem á bara að róðfletta allar þessar þó góðu umhverfislöggjöf sem var búið að gera í Evrópu. Það bara verið að strípa hana núna. Og ég meina, talandi að við séum ekki að afsala okkur forræð á auðlindinni, þetta hægt að snúast arðinafinni kannski? Ég meina, þetta alveg galið og við erum að bjóða hér vindorkufyrirtækjum heim til landsins sem allar svo framleiða raforku í gagnaver, það atvinnustefnan og verðmætasköpunin. Hvernig lifandis óskopunum ætla menn á það að vera til hagsbóta fyrir þjóðarbúið? Ekki þetta að veita störf. Og menn ætla að streyma allir í virðiskeiðinu úr landi. Og gagnaverin Kallið þetta verðmætasköpun. Gagnaverin náttúrulega ekki heldur að veita störf. Þau veit að þetta fullt af störf til rafvirkja og alls konar. Þau eru frekar fá. Ég veit ekki fullt af störf. Þetta svona meðaltali 5-10 störf. En ég ætla ekki að fara að tala gagnaver. Nei, þetta orku frekasta iðnaður sem verið að satsa á. Nákvæmlega. Og það alvarlega vit og það veit svo heldur enginn hvaða framleiðsla á sér stað þarna menn það ekkert eftirlit með þessu. Ég gæti nú sagt eina skemmtisögu svona áður en ég kem að því sem ég ætla að segja að því. Ég sat einu sinni með háttsettum erlendum sendimanni á Íslandi. Ég ætla að leyfa honum að njóta þess að ég nefni ekki frá hvaða landi á. En hann hafði þá tillögu fyrir íslenska bændur að það væri tekjulind framtíðan fyrir þá að setja upp vindmjöl hjá sér og framleiða ammóníak í tunnur til að flytja út til Evrópu að því að þeir væri svo leiður og gnauðin í vindmjölunum þar. Þannig að þetta bara ekkert annað en nýlendu hugsun. Þetta nýlendu hugsun. Já, en ég alveg sammála því sem þú ert að segja Andrés, hvað þetta ber brátt að. Og það eins og það komi fólki á óvart að hér voru viðræður í gangi í 3 ár. Það var sendin umsókn og hún umsókn aðild á grundvelli 49. greina stofnsáttmála Evrópusambandsins. Hún ekki viðræður. Það var samþykktur samningsrammi á sérstakri ríkjaráðstefnu 27. júlí 2010. Það sem segir bara í grundvallaratriðum hvernig þetta ferli fer fram. Það eru 33 samningskaflar sem hafa rætt sem málefnunum skipt upp í. 27 þeirra voru opnaðir.
Þar eru 21 sem heyra undir EES, af þeim voru 11 loka til bráðabirgða. Og svo segir fólk í dag að það er verið hægt að klára þetta á 1,5 ári. Ég spyr, þá vil ég fá bara að sjá nýtt hefti frá Evrópusambandinu hvernig þess að viðræður fara það fram í dag, ef það er ekki eins og það gerist þá. Það er gaman að minnast á þetta. Þetta var einmitt, það er tvennt í tengslu við þetta sem ég langar til þess að fá viðbröðu ykkur á. Það er að þú ert að vitna í orð Þorgerðar Katrínar, já, meðan hún sér fyrir sér að ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðinu, þá getum við klárað þess að vinna 1 ári. Hún segir það er pólitíkó í dag. Já, og svo er hitt að sko Morgunblaðið í dag var að reyna að búa til einhvern ágreining á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar það í rauninni hvort það þyrfti 1 atkvæði bara. Íslendingar sögðu já með það munaði 1 atkvæði á já og nei í ágúst og þá förum við bara áfram. Eða hvort það þurfi einhvern svona betri rífan meiri hluta svarenda. Eins og stjórnarskrás. Byrjum á þér, hvað finnst þér þetta? Sko, þetta er nú held ég kynnt sem ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að hún er ekki bindandi fyrir ríkisstjórnina, niðurstöður hennar og ég held að Kristrún hafi allavega sagt í aðdraganda síðustu kosningar eða fljótlega eftir að þetta svona ferli þyrfti sko, skýran vilja hjá þjóðinni, þannig að 1 atkvæði er vandalega ekki það sem hann á við. Þetta finnst mér hins vegar kannski ekki það sem liggur mest á að ræða akkurat núna, heldur að þetta að ræða Evrópusambandið og það ferli sem er fyrir aftan okkur og hvaða lærdóm við getum dregið að því hvernig þetta er að fara að gerast og hvað er í boði. Og ég má henda inn í þetta sem við vorum að tala hérna á auðlindina, þá er það einfallega þannig að í 3. grein sáttmálans starfsemi Evrópusambandsins eru talin upp þau málefnasvið þar sem aðildarríkin framselja löggjafarvald til Evrópusambandsins. Og þar á meðal eru fiskveiðiauðlindin eða lífrænar auðlindir sjávar, held ég að sé orðað. Og tollabandalag og fleiri. Og það er alveg svo þannig, við getum ekki haft tolla og landbúnaðarvörur ef við förum í Evrópusambandið. Á grundvelli þessar grein og grundvelli sömu greinar erum við þó ekki að fara að ráða fiskveiðum. Það þarf þá breyting og stoppsáttmálunum sem þarf að fara fyrir all aðildarlöndin. Þetta er... Já, fiskurinn er bara rétt, ég meina... Ég er bara nefna dæmi. Já, Írar eru bara nýjasta dæmið það, þeir eru búin að tapa sínu forræði. En mér finnst við missa svolítið missa af umræðu eins og þessari sem við erum að taka bara hérna í rólegheitunum sko. Mér finnst við missa svolítið af þessu tækifæri því mér finnst svo mikið að andstæðingar eða þeir sem að vilja þetta þeir sleppa öllum mótrökum, þeir spísa upp kostina og svo eru bara svo mikil gífuryrði og stælar og það eru þetta líka lygar, það er alls konar lygar og rangfærslur og hættan er bara svolítið svo að við séum ekki taki þátt í þessari umræðu til gagns, segi ég. Er ekki líka bara, þetta eru Kárahnjúkadeila fyrir mörgum árum, þannig að við virkjum Kárahnjúkadeila, ég held nefnilega að Evrópusambandsumræðan er svo stór. Hún er líka tæknileg og hún er líka bara svona hvað sín fólk hefur annars líka sko. Það er að fara á svo mörgum stöðum inn í hana. Þetta er bara þegar að gæsaskítur og sunnan voru dálítið óhressar að missa einhverja virkun meðan að fólk kannski á fjörðum var að býða til störfum. Það er að segja þetta er svo margslungi, þetta er svo margi komponentar og mikið af flóknum málum að það er þetta fara og það gerir þetta alveg að kjörlendi fyrir góðri deilu sko. Þannig ég held að sko, það verður auðvitað kosið þetta hvort það á að fara í umræðana, svo held ég að verði vonandi grundvallar umræða inngöngu eða samning og þá getum að fara að taka á efnislegum atriðum málsins. Mér finnst umræðan dálítið mikið núna, sko, það er verið að segja eitthvað svona og það er mikið af svona umræða sem er mjög sérstök, sko, að þetta sé, við erum ekki alveg nákvæmlega á punktinum það hvað þarf að ræða. Þetta er flókið og stórt mál sem það er að ræða víða. Já, það eru lið og það eru hagsmunir og ákveðnum flokkar tengist ákveðnum hagsmunum og virðast mynda sér skoðun í skjóli þeirra hagsmuna bara. Mér finnst bara grundvallar atriði að þeir sem er að leiða þessu umræðu að þeir reyni að afla sér upplýsingar og fara rétt með og þá minnist ég aftur á orkuna. Ég meina, við erum nú þegar búin að stofna markað. Nú er orkarorðin bara vara á markaði. Fólk, almenningur á Íslandi virðir samt sem áður en þá halda að við eigum bara allar orkulindir landsins. Það er bara ekki þannig. Það er búið að binda hendur Landsvirkjunar meðal annars að selja inn á hana markað. Þeir mega ekki niðurgreiða lengur og hvaða þjóð er háðari einmitt raforku á per einstakling heldur en einmitt Ísland. Og þetta eru verðmæti sem við erum bara að henda núna fyrir einhverja úlfahjörð sem að sækir hingað inn á fullum krafti
og ekki síst frá Evrópusambandinu, að því að við erum þáttakendur í auðlindastríði og þess vegna finnst mér þetta alveg ótrúlega dapurlegt þegar maður segja að við ætlum ekki að afsala okkur neinu þegar að kemur að orkuauðlindum okkar. Við erum bara á fullri ferð í því og þess að meira bara þessa dagana. Já. Og akkur skilur fólk þetta ekki. En hitt líka svo hallærislegt að segja að við séum að afsala okkur fullveldi. Vegna þess að það ekkert rétt. Þú gengur í hjónaband, mögulega ertu giftur í þetta. Menn geta alveg trappa sér niður í þessu umræð og ég vil vekja líka athygli á því að með orkupakkana sem voru hvað mest umdeildir, það vildi svo sérkennilega til að Sjálfstæðisflokkurinn hengdi sig á þá, sem bara Evrópuinnleik eins og það leggur sig. Akkur hengdi Sjálfstæðisflokkurinn sig á akkurat það mál, akkur hendaði það. Nú það var af því að átt að gera þessa grunnauðlind okkar sem orkuauðlindin að markasvöru. En má ég henda þarna saman við fullveldi, sko, ég er ekki alveg sammálaður Björnum að við séum ekki afsala okkur fullveldi því að í þeim málumflokkum og ég endurtek, þetta voru 33 kaflar, þannig að þetta nú býsna viðfemt sem að við erum þá gangin í samstarfum, þá fer dómsvaldið endalega til ECJ. Það endalega dómstól og dómstólar auðvitað hlutvelli fullveldi í hvers lands og ég nefndi á þann 3. greinina. En mannréttindadómstólinn hefur dæmis oft bjargað Íslendingu frá vondum mannréttindadómstóll Evrópu hefur oft bjargað Íslendingu. Það er ekki ECJ, það er annar dómstóll. Nei, ég bara tala það sko Nei, ég er að segja það, ef að við erum í Evrópusambandinu, þá erum við ekki lengur með endalegt dómsvald í þeim málaflokkum sem að starfsemi Evrópusambandsins tekur til, því við erum aðilar því. Og þar að ekki afsölum við okkur löggjafarvaldi í þeim málaflokkum sem falla undir þessa 3. grein sem ég nefndi áðan. Og ef við höfum ekki verið einhver löggjafarvald á öllum málum, við höfum það þó við séum í ES, við erum hvorki aðilar í ECJ, né höfum framselt löggjafarvald. Við munum gera það ef við gerumst aðilar að sáttmálunum starfsemi Evrópusambandsins sem fylgir því að vera aðilar því. Og þá erum við auðvitað búin að gefa eftir fullveldi að því leyti. Ég spyr Gísla Tryggvason, fyrrum talsmanns neytenda, þessara spurningar í öðrum þætti hér í kvöld og samstöðinni. Hann vill ekki líta svo á sem að þessi fullveldis afsal. Það tala allir það að það sé verið að deila fullveldi. Það hlýtur það þýða það að við séum þá búin að gefa eftir eitthvað af því eftir inn í svona sameiginlega púlíu, ég má nota það orð. Og dómstólar eru náttúrulega hluti af fullveldi landsins. Við erum með þrískiptingu valdsins, dómstóla, löggjafarvald og framkvæmdavald og ef við erum komin undir ECJ, Evrópudómstólinn, svo ég noti nú íslenska orðið, þá er það grundvallabreiting. Ég meina við tölum þegar við ferðum út landhelgin í 200 mílur, þá var ansi oft minnst á fullveldið samhliða því og það var fullveldisbaráttan, það var þorskastríðið og fullveldisbaráttan en núna það bara, en ég er ekki hér til þess að tala fyrir hagsmunum stórútgerðarinnar, það er bara ef þið haldið það, en þetta er bara ég er líka bara fjarlið því og það er líka rétt hjá þetta með Mannréttindadómstólinn, hann gerði eitt gott einmitt varðandi fiskveiðideiluna, það var það að þess vegna varð að setja lög sem að gaf frjálsar handfæraveiðar á sínu tíma. En hann er ekki hluti af því að vera aðilega Evrópusambandinu. Nei, ég nefna til sögunar til marks það að stundum koma okkar bestu réttarbætur að utanverðna. Enda getum við innleitt hvaða löggjöf sem er að fyrirmynd annara ef það kjóst. Ég satt í fulltrúar evrópskra bæjarstafsmanna í nokkur ár þegar ég var í verkefnismálum og það voru fundir í Brussel og það voru fundir í Luxemburg og þá var það þannig að það var náttúrulega skemmtilegt hvað þetta var ofsalega virkt apparat, þú fyrst náttúrulega bara blaðabunga og svo bara ef þú tókst ekki til máls í einhverju málum þá var það bara samþýtt og annað slíkt, þannig að þetta var svona náttúrulega þetta var svona ákvarðana fabrika. En það var samt sem áður þannig að þessi verkefnishreyfing sem hafði samskipti þarna þvert á Evrópulöndum öllsumul og við náttúrulega Íslendingar höfðum auka aðild að því að þá var markvisst farið inn í þau lönd eins og það kom eitthvað upp í Tékkóslóvakíu og þá var farið þar inn og þar þurfti bara eitt ýmsu út frá því að þeir voru konum með miklu félagslega eftirgjöf og annað slíkt. En annar punktur sem ég langaði að koma inn á í sambandi við Evrópumræðina það ég er búin að vera mikið í æskulýðsrannsóknum og í samstarfi við erlenda háskóla. Bretar fór út. Þannig ég er búin að sjá effektin af því og það er bara grátur og grínstan tanna vegna þess að allt rannsóknarkerfi Evrópusambandsins er þannig að Bretar reiddu sig bara mjög mikið á það og breskir háskólar eru bara oft í vandræðum að komast inn í prósekt vegna þess að Bretar sett ekki þá peninga
sem þeir fengu úr þessu, þeir sett ekki sambælar upphæðir í sambælar rannsóknir að minnstu kosti fyrsta árun eftir. Og nú eru Bretar að reyna að finna einhverja leið til þess að ganga aftur inn í Evrópusambandið án þess að kalla það þeir séu að Já, ganga þeir aftur inn í hefur átt að Evrópusambandið. koma inn í sko EFTA og EES-starfi, sko. Þá hefur ekki, því við erum náttúrulega ekki í þessum vanda sem þú ert að lýsa, því við erum aðilar í EES, þar með öllu þessu samstarfi. En sannlega eru digri sjóðir, rannsóknarsjóður og annað sem hættir að sæki. Ég er ekkert að mála þetta kolsvörtum litum, auðvitað er það alltaf í svona stórum málum, það er eitthvað gott. Mér finnst með skorta upplýsingar og ég hlakka til að fá frekar upplýsingar ef þjóðin segir já í ágúst. En ég ætla aðeins að fara úr þessu núna í kannski tengt þessu sem þú sagðir, að þessi umræði var að yfirskikja sveitastjórnarmálin. Já, mikilvægt mál. Og jafnvel fyrir þessa umræðu, þá finnst mér eins og að þessar kosningar sem er bara að fara að styttast í, fer ekki eiginlega öll umræðan einhver svona frægðarminni, fræg andlit og fólk sem er búið að skipta flokka og tekur yfir nýja flokka og þau eru svona að hressa fólkið í öllum hlaðvörpum og já, það er æðislega og vel klætt og ég er þetta ekki, hvað segir þetta? Ég held að Andrés hafi mikið til síns máls að þetta muni skyggja á þær, en sveitarstjórnarkosningar eru náttúrulega mjög mikilvægar. Þú hefur verið, er það ekki í sveitarstjórn? Ég hef aldrei verið í sveitarstjórn, ég hef einu sinni verið skoðunum að reikninga í sveitafélagi, þannig að það er öll mín vegsemd á því sviði. En sko það er orðið erfitt að fá fólk til að gefa sig í þessi mál. Þetta eru svona slagsmál í nærumhverfi, þú þekkir þetta vel og sjálfsagt þú líka. Þannig að ef það á svo vera þannig líka að þetta fá ekki þá umfjöllur sem þarf út af einhverju öðru, það er bara skaði. Það er ofsalega stór mál sem við verðum að ræða inn á sveitastjórnarsviðinu. Ég meina, þau eru með skólana og stóran hluta af velferðarkerfinu eiginlega, félagslegu þættina. Þjónustu við fatlaða og svo eru samgöngurnar og neymit bara. Útsvarsprósentan og samninga við ríkið allt og ekkert og það er bara þetta er verulega vont þessi Evrópumræða og ég get bara satt það, ég bara á mínu vinnustað og víðar strax, ég var niður í mötunetti, stóru mötunetti á þann og fólk er strax bara komið mjög mikið óþol af hverju var verið að setja þetta núna, af því að þetta er bara glimjandi á öllum stöðum og debandi byrjað og þingið á hvolfi En þessi fræðarmanna stjórnmálavæðing, þessi séð og heyrt stemning, pirrar þetta ykkur ekki neitt? Jú, það gerir það alveg óneitanlega. Þetta er bara bakgrunnsháað fyrir mér. Þau eru að draga svona kaninur upp á eyrunum upp úr einhverjum höttum sem hafa ekki sést á þessu sviði, það veit maður alveg að það er verið að gera það meira út á lúkkið heldur en innihald. Og er ekki bara líklegast að við munum bara kjósa lúkkið í maí? Það má meira vera. Bara við viljum vera í einhverju sigurliði með einhverjum bara flottum gæja gellu og... Annar punktur í þessu sem er það, þetta er orðið, pólitísk umræða er orðið svo leiðileg. Bara ef þú hlustar, ég hlustaði á umræðar kvótakerfi í fyrra og ég vil sagði, er þetta bara, hvað er fólk að á þetta, hver er vandinn í þessu það er búið að segja saman hluti mörgu og þingi getur ekki stoppað þetta og allt þetta borgarstjórn Reykjavík það sem er ekki inn í flokkum átök og það er svo mikið gífurir og vesinn að ég held að stjórnmálmenn þeir gjaldfella sjálfa sig þannig að þessi raunverulega mál sem þeirra ræðum þau hverfa í svona hvort að bortinstendur og vopnaður fór á hausinn út af því að veri smá veiðugjöld sett á útgerðina þetta fyrir allt í einhver svona ég held að þetta sé akkurat sem svona reynsluboltar eins og við og maður láta koma frá þetta er nákvæmlega og ekki bara það heldur þeir eru líka sjálfur að tala þingið niður og hver hefði trúað því eða gert það fyrir 15-20 árum að þingmenn fær að tala sjálfur störf þingsins niður. Uppbyggjandi nöldur reynsluboltana hérna við borðið. Já. Þetta voru velvæsklaður. Ég meina, pólitískóra hlýtur að vera bara, hún gengur út á einhverja skoðanir, hugmyndir, eitthvað og það er alveg að ræða það og fólk getur ósamluð það þegar allir orðnir þarna bjánar, asnar og fávitar og landráðamenn og talaðu fallega fólki Já, og svo þetta með trausti þingsins, það er allir í kappi við það að efla það vantar ekkert
En það var að fórseti þingsins sem að missir hvað þegar hann að stjórn á skapi sinu sem á að hafa stjórn á þinginu. Bara svona, veist, talandi um. Það óheppilegt. Það verulega óheppilegt. Svo líka bara þingskapalög, sko. Mér var kennt að henni gamla dag þegar maður læriði fundastjórn og annars slíkt, þá bara reyfa menn málið og svo kom öll sjónum með fram, þá var alltaf atkvæða. Hérna menn byrja að lesa úr skýrslum, sko, bortinstildar og opnafriði í einhverju því tilgangi að tefja mál og eitthvað svona skilji. En svo líka annað dæmi með þessa stemningu, það þessi sko brennivínsmenning hérna, áfengiskúltúr sem við upp í komin á kafin í íþróttafélögin og maður getur ekki farið á handboltaleik á barni eða svona einhver sé að drekka bjór við liðin á manni og eitthvað svona sko. Og við vorum þess að fá núna hérna ný gögn frá Landspítalanum innlagnir tengdar hérna áfengismálum, alveg bara, þú veist, ótrúlega mikið böl í gangi. Og sama tíma þá sko eins og fjölmiðlarnir, þeir eru bara alltaf að verða hressar og bara drukknari og þú veist, hlaðvarpsstjórnendur drukknir og það allstaðar áfengi verða að skála og það verða að prómótera þetta allt saman. Þetta svona annað dæmi stemningu sem að ég segi ekki leiði til heimsenda. Þetta Karlsberg á kantinu svona bara í útsendingu, þá það alveg en þetta svona einhvern menningar fyrirbrigði sem ég veit að Árni, þú þekkir náttúrulega betur við og þú búin að vera mikið í þessum málum, en hvað segir þetta? Ég er alveg jafn hygslur og þú, sko, með þess að það börn og ungmenni fá ekki frið. Nei, bara komið, sko, ég var einhvern veginn að segja að sögu að barnabarn mitt, sko, fekk brennivínsauglýsingu á iPadni sinn, í svona ramma. Og veðmálaauglýsingar og annað slíkt og síðast bara í gær því ég formar í foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum og síðast í gær fengum við sent hérna frá handboltadeild Vals, það eitthvað bjórkvöld fyrir foreldra, unglinga, Liss, Vals og ég fór að segja hvaða tegund og fólk finnst þetta hipp og cool, sko, en það náttúrulega eins og í öllum svona valdakerfum, sko, þá náttúrulega áfengisbransinn, hann svo óbóðslega ágengur og hann bara kaupir upp heilu hálfu íþróttafélaginu og það einhverjir miðaldra rútar þarna, svo ég tala reynir íslensku, sem halda að drekka bjór á handboltaleik sé bara málið, meðan að ég sé þetta sem auðvitað uppbyldistarf og eitthvað slíkt, sko. Ég sé þetta bara dapuleg þróun. Ég segi það líka. Já, þarna var stjórnmálum brugðist og ég þekki líka hina hliðina svo að ég er mjög virkur í kringum, sko, bara félag eins og Fram núna, þó ég sé ekki í stjórnar eða neitt, sko. En það búið að vera að taka á þessu á því að ég var fann að sjá, sko, bara miður leikjum þá komum bara með kippurna bara lappandi svona í áratastæðin, en núna þurfa menn að selja þetta, sko, bakteramegin í dag, en auðvitað eiga öll þessi félög gríðalögum rekstrarerfiðleikum og það ekkert sagt til þess að réttlæta sumpart vegna kostnaðar við erlenda leikmenn. Sko, það nú ekki mikið hjá Fram, sko. En sko, þá aldrei, sko, í sambandi við, sko, rekstrarerfiðleika og allt þetta, sko, þá náttúrulega áfengisbransinn aldrei vinur manns. Ég fekk reyndar að við Framari, sko, það kemur svo mikið post til okkar bara utan úr bæ. Það haldi alltaf að við séum bara að leita einhverjum álum til þess að gera röflútur, en það kemur póstur og meðal annars kom póstur, ég held að vera úrslitakeppnin í fyrra hjá Framverunum, þá var akkurat þessi lýsing hérna, það var einhvers sem sagði að það auðveldar að komast á barinn heldur en að fara klóstið og svo var einhver mamma sem hefði tekið bandið sitt heim og einhver leika, ég veit nokkuð hvort það var. Þetta er ekki verið hjá Fram. Ég veit að þetta er ekki þessi á Víkingum en sko það var barn sem kemur heima hérna, íþróttakapleik ángandi áfengi og þá hafði einhverjir stuðningsmenn mist yfir barnið bjór og þá fyrir þess að kvisslas akkur bara fyrir þetta fólk ekki á pöppin en þetta er líka partur af þessari umræðum sko hvernig, sko hvert er ekki hægt að stefna þeim þá í eitthvað aðrar áttir þannig að þau geti staðið undir rekstri, þetta er sífellt erfiðara þau eru með dýr í hrættamæðvirki og annað slíkt, ég meina hvað með lottóinn og allt og ég sko að því ég hef sjálfur sko farið í meðferð, það er ekkert leyndarmál og ég veit alveg hvernig spilafíklum leið þar inni. Ég hef líka farið í meðferð. Ég er bara stoltur að ég hef gert það og hann mjög langt síðan og hérna þar þeir sem áttu erfiðast þar það var svo merkilegt. Það voru spilafíklarnir. Já. Þeir voru miklu verðsettir af því að þeir kviðu svo fyrir því að koma út í samfélagið aftur vegna þess að yfirleitt voru þetta og einstaklingar sem voru búin að steypa sér í stór skuldir, jafnvel gagnvart sínum nánustu fjölskyldum og annað. Skömmin gríðaleg.
og þetta, en þarna eru sem sagt sko inn í spila lottóin og þetta, getraunir og allt og svo er þetta á netinu og þarna eru annars konar fíl sem er gífurlega viðureignar. Ég sé bara sem amma, maður svona kvíði, þeir eru ennþá sko bara í fyrsta bekk og yngri sko, þannig að þetta er ekki komið, en bara hvað býður þessara barna sko. Það sem eins og við stundum rætt hérna, við þurfum að búa til einhver ramma sem eru boðnir. Þú veist, við getum ekki veitt einhverju svo áfengisbransin. Við getum ekki veitt honum aðgang á börnum og úlingum bara með að sitja hjá og allt sé hipp og kúl. Þeir eru í því bara alla sólarhringinn og normalisera áfengisdrykkju. Þið sjáu þessi podcast, alla þessa mynd. Sko, hún er ekki bara normalisera, hún er gerð eftirsóknar. Það þurfum við að setja meiri fjármuni inn í bæði lýðhelsu bara almennt og íþróttir vegna þess að kyrrsetan hefur nú aldrei verið meiri, skjánotkun aldrei meiri og maður sér það bara hvað börnin sækja. Ef það eru ekki einhvers konar tómstundum með afþreyingu, þá fara þau bara skjáin. Hvert barn sem hleypur yfir íþróttavöll, það er bara árangur sko. Já. Þess vegna gerir maður kröfu til íþróttavöll, hún hafði bara lægi. Akkurat. Hún þykkur náttúrulega verið dópert fé og allir þessi samningar við og dreifingunum. Ég myndi freka bara að ræða svona mál við Íþróttasamband Íslands sem er hatturinn á þessu öllu, að þeir marki sér stefnu og kalli þá eftir. Ég hef einbrað á svona samtölum við þá og hérna, þetta er flókið, segja þér, en það er líka bara graf alvarlegt mál að stefna lýðhelsu ungmenna í voða. Vinnumenn og maður góður að verka. En það hefur verið þannig, ég þekki ég sjálfur, ég er F-fangur náttúrulega, sem er eitt allra besta íþróttalið landsins að sjálfsögðu. Hvaða lið sagðirðu? F-fangur. Við erum góður að verða Íslandsmeistari bæði kvenna og kalla í sumar. Ég er bara íþróttafélagi mitt á sveit. En þá var það þannig það var salur. Það var salur veislusalur sem félagi leigir út í veisluhöld. Og á þeim sal var vínveitingaleyfi. Og síðan þegar menn fara að nota vínveitingaleyfi til að selja fólki brennivín upp í stúkuna, það var algjör Sama með valsana sem höfðu þarna fjósi, það sem einhverjir miðaldra kallar sem ekki gátu að horfa á fótbolta edrú, hræstu sig fyrir leik, utan við allt kerfið, fóru svo eftir leikin fengur sér annan. Þeir verða aldrei annað en bara einhverju miðaldra kallar sem get ekki horfa á fótbolta nema að drekka bjór og trufluðu ekki neina. Leður þetta fóru að berast upp í bekkina, þá byrja að vilsa. Já, við þurfum að slíta þessu núna þótt við getum setið annan klukkutíma. Ég hélt alltaf með FH þegar ég bjó í Mývatnssveitinni sem barn af því að FH var ekki Reykjavík. Já, ég kannast við þessa tilfinningu sko. Það var Skaginn eða Keflavík eða FH. En það var eitt af við Evrópumræðina sem að verða bara að taka á einhverjum seinni stigum. Það sá hluti sem við glemdum að ræða og flækir þetta ennþá meira. Það er þessi sko að skipti lið með sko út af þessum stríðum sem er í gangi. Að nú hafa þau lesið þannig inn í þetta að það sé veðjandi á Evrópusambandi að því að Trump er náttúrulega galinn. Og þarna verður til enn eitt debandið til þess að skipta mannu niður austur. Og ég held að þetta er vanmetið en þess að hérna. En sumum finnst þetta nýrök. Já, en mér finnst alveg ömurlegt að þegar er sagt við mig sko, hérna þegar ég segi ég er ekki hallur undir að ganga í Evrópusambandið að þá segi ég trumpisti. Það er eitthvað. Já, er það ekki? Já, ég meina þetta er alveg að síðasta sem ég þurft að heyra. Erna Bjarnadóttir, Árni Guðmundsson, Andrés Skúlason, kæra þakkir. Þú þarft að skrifa þig og hérna áfram göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Já, takk. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is